Það svolítið 30 sigur gegn KR, hlýtur bara að vera mjög sáttur? Já, mjög sáttur. Þetta var erfiður leikur eins og við mátti búast. Það erfitt að mæta KR-ingum og þeir spila mjög djarfan og sóknarsinnaðan fótbolta og það er erfitt að verjast þeim og við ætluðum í byrjun að setja pressa og svona stoppa þeirra uppspil með að setja pressu beint á markmanni. Við bjuggumst við Halldóri meira svona inn í leiknum en það var svona eins og hann hafi droppað eins frá hafsettanum sínum þannig að það var svona langt hlaup fyrir matta og við vorum svolítið opnir í fyrri hálfleik en við lögum það síðan í seinni hálfleiknum og mér fannst þér í raun og veru heldum við frá stærstu færunum í seinni hálfleikum. Mér fannst við bara að sigla þessu svona tiltölulega örugglega heim undir restina. Bæði lið pressa alveg frekar stíft, þetta var á köflum ansi kaotískt bara. Já, það á til með að verða þannig þegar KR spila, svona kaotíski leikir en við vildum svona að taka þeirra ás úr hendi þeirra og reyna að setja háa pressu á það. Þeir eru góðir, þeir fá tíma á boltann og þá er mikið flæði í þeirra leik og þeir eru að draga leikmenn úr stöðum og svoleiðis og þeir eru bara góðir í. En mér fannst við leysa betur í seinni hálfleik. Hvað ertu svona að skilja liðin að hér í dag? Við vorum bara klínískari þegar kom okkur í færi. Við fengum svo sem fullt af góðum öðrum stöðum til þess að bæta við þetta og við höfum sennilega átt að vinna þetta starra en mér fannst við loka þessu bara vel í seinni hálfleik. Við gáfum engin þannig færi í seinni hálfleik að mig minnir þannig að já. Kemur upp atvik í leiknum þar sem Karl Friðlaugur ver boltann sem er á leiðinni bara í markið með hendi. Svona hvernig sást þú þetta atvik? Já, hann fór í hendina á honum. Allavega. Ég þekki ekki allavega reglunar, ég meina hann sennilega veit að hann hafi farið í hendina hvis hann dæmdi víti en hvort það var alls ekki viljaverki á Kalla, hann fæði hann bara í hendina ég veit ekki reglunar hvernig það er, hvort það er að dæma víti og mark eða ég bara þekki það ekki, en já, þeir fengu víti allavega. Mikla ágæðaldur með litin á spjaldinu, margir sem vilja hafa sjá það rautt? Já, ég segi satt eins og þá ég bjóst við rauðu spjaldið þarna en hvort að Ingvar hafi verið bak við hann og hann hefði farið í hendina ég kannski skipti það máli þetta hefði verið klárlega að hann verið að verja boltan á marklínu og enginn sem hefði geta komið í veg fyrir að bak við hann þá hefði það örugglega verið rautt spjald þannig held ég að regluna sé ég veit það ekki en þeir hljóta að vita þetta best dómararnir og þá hafa það gert bara rétt í því vonandi. Og síðan típist að skori 5 mínútur seinna hvað það var? Já, það er bara, tölum það líka bara að vera með fókusinn rétt stiltan. Þó að þú fáið mark á því, þá er bara næsta moment og við verum að halda fókus og vera ekki að spá í þegar við fáum mark á okkur og svekkja okkur of mikið á því. Svoleiðis hluti gerist í fótbolta, við þurfum bara aftur á lappir og halda áfram að spila okkar leik og það mark var bara mjög vel gert hjá Kalla og þetta er kosturinn þess að vera með fimmana í 3-4-3 þá ertu vingbakkarnir geta komið í seinni bylgjunni eins og Kalli gerði og gerði það bara mjög vel. Tekur hann út af í hálfleik, var það bara á tjána komin að gult eða er eitthvað meðsli í spilinu? Já, mér fannst að hún verið komin á appelsínu gult, þess vegna tók ég hann út af og þeir voru með þeirra öflugasta manna þarna megin, Aron Sig. Þannig að ég hugsa að skilaboðin hjá þeim hafi verið að setja pressu á Kalla og reyna að fá seinna gula spjaldið. En við erum bara með góða mann í Davíð Atla sem kom inn fyrir Kalla, þannig að það var alveg no-brainer að taka það skiptingu. Eitt í lokin bara lítur að vera ljúft að fara á koddan með að vera á toppi deildarinnar núna í kvöld? Já, það er ljúft. Það viljum við vera og við verum bara að halda áfram að vinna hart fyrir því. Takk hérlega. Takk.